Þegar við skoðum meðgöngu spendýra, þá getum við skoðað út frá tveimur þáttum í raun, það er að segja hvernig er meðgangan sjálf og af hvernig sem fæðist og hvað tekur þetta allt saman langan tíma. Spendýr skiptast í 3 hópa út frá því hvernig meðgangan er. Það eru nefdýr, pokadýr og svo fylgjudýr eða leggökuspendýr. Nefdýr, sem er mjónefur og breiðnefur, lifa eingöngu í Ástralíu, verpa eggjum. Og út úr egginu skríður óþroskaður ungi sem svo drekkur mjólk frá móðurinni, ekki reyndar í gegnum spen eða geirvörtu, heldur bara í gegnum, það seitlar út húðina svipað á svit og þau sjúga hárin. Pokadýrin eiga óþroskaðan unga sem að skríður upp í pokan, fer þar á spena og tekur seinni hluta fósturþroskans út í pokanum. Fylgjudýr eignast þroskuð. Þroskaðan unga. Það gera þau vegna þess að þau eru með fylgju, legköku, sem að nærir fóstrið í móðurkviði og þannig getur það verið lengur í móðurkviði því mamman getur gefið því að borða í móðurkviði og tekið úrgangsefnum og skila þeim út. Þess vegna er unginn þroskaðri þegar hann fæðist. Þetta tekur allt frá einhverjum vikum upp í meira en ár hjá allra stærstu fylgjudýrunum. Pokadýrin ganga aldrei með nema bara í örfáar vikur. Af því að unginn fær ekki að borða þannig að hann verður bara ákveðið stór, svo verður hann að komast út og hann í pokan til þess að drekka. Nefdýrin, þetta tekur ekkert tiltölulega stuttan tíma að búa til eggið, en svo þarf að unga eggin út bara eins og hjá fuglum. Það tekur alveg einhverja vikur, en unginn er frekar óþroskaður. Hver eru kostur og gallar við þetta allt saman? Jú, kosturinn við þetta hér er að þetta reynir minna á kvendýrið. Því að kvendýrið er ekki að burðast með þetta í leginu í lengri tíma. En unginn er óþroskaður þegar hann kemur út. Kosturinn hér er að unginn er þroskaður í flestum tilfellum, eins og til dæmis flestir grasbítar, eins og bara lömb eða fólöld, horfum á grasbíta í Afríku eða eitthvað staðar. Ungarnir geta farið að hlaupa með hjörðinni jafnvel innan við sólarhrings gamlir. Þannig að það hjálpar þeim að fylgja hjörðinni og það er auðveldara að passa ungana. Það eru undantekningar. Við til dæmis erum ekkert svakalega þroskuð þegar við fæðumst og algjörlega ósjálfberga. Það er út af heilanum, það tekur tíma fyrir heilan að þroskast. Þannig að kosturinn hérna þroskaður ungi, gallinn, þetta reynir á mömmuna og vandamál við fæðingu og af því að þetta eru svo stór afkvæmi. Hjá fylgjudýrum, þetta tekur allt frá örfáum vikum upp í mjög langan tíma eins og ég sagði áðan. Almennt er það stærð dýranna sem ræður meðgöngu tímanum og stærð heilans. Við göngum með í 9 mánuði, 40 vikur, sem er álíka mikið og kýr gera, allavega íslenskar kýr. Samt eru kýr miklu stærri en við. Það er vegna þess að við göngum óvenju lengi með afkvæmin okkar miðað við stærð út af heilanum. Og þetta fílar til dæmis ganga með í meira en ár, hestar rétt ár. Þannig að þetta tekur mislangan tíma og eins og ég sagði, það eru kostur og gallar við þetta eins og allt annað.